Í dag ætla ég að nýta flugu sem er svona eins konar blanda á milli Nobbler, Woolly-Bugger sem er nú reyndar svona eiginlega sama flugan svona út í það farið. En þetta er svona nokkurn veginn í þá áttina að minnsta kosti. Þetta er, við ætlum að enda með eitthvað þessu líkt og til þess þá er ég búinn að koma fyrir krók í þvingunni. Þessi krókur er frá Arex og heitir NS110. Þetta er stærð 6 sem ég er með. Fínn krókur og ég er búinn að koma fyrir hérna smá blýi á leggnum. Smá þynging gerir sjálfsagt ekki mikið en hún er þarna allavega. Og ég ætla að nota grænan þráð í þessa flugu. Þessi er frá Frödin. Fínn þráður, ólífu grænn. Og þá byrja ég bara á að festa niður þráðinn. Við erum svolítið duglega yfir blýið. Ég setti sapagap undir blýið eins og ég geri alltaf, en það er samt sem áður ágætt að tryggja það vel. Og svo er ágætt að fylla svona aðeins upp í hérna kantinn sem að blýið myndar hérna fyrir framan á aftan. Svona. Efnið sem að ég er að nota, það er að segja skottið og allt saman, er í rauninni úr þessu hérna. Þetta er hænuhnakki. Hann er ólífugrænn þó að myndavélin sýna hann svona meira kannski út í gult. En hann er grænn og ég tek skottið hérna, það kemur svona fínt marabú með hnakkanum. Svo tek ég kragan til dæmis hérna, aðeins neðar. Frábært efni og ég hvet ykkur eindregið ef þið hittið á góðan díl á svona hnökkum að nýta ykkur það. Þetta er dýrt efni, það getur verið það og þessir hafa nú ekki verið neitt sérstaklega dýrir. Getur verið dýrt og að gera að skella sér á þetta. Og ég er með 2 marabú fjaðrir sem ég legg saman. Það er ekkert óeðlilegt að þegar við festum niður skottið að það er klofni aðeins eða vilji ganga í sundur. Og það breytir náttúrulega ekki nokkru einasta máli upp á hvernig flugan veiðir. Festum þetta niður hérna. Svona, nú ætlum við að setja smá diskó í skottið og það sem ég er með er þetta hérna. Þetta er kopar, einhvers konar döbb. Ég vildi óska þess að ég myndi hvað þetta héti, en það er bara gjörsamlega stólið úr mér. Þið verðið bara fyrirgefa með það. Og ég tek bara nokkra þræði. Hnýti niður hérna nær hliðina. Og svo aftur. Svona. Styttum svona það sem þarf að stytta. Þetta er allt svona. Bara eftir auganu. Og ég er náttúrulega með fullt af þráðum hérna. Ég gæti, og þið getið að sjálfsögðu ykkur velkomið að brjóta þá aftur til að hafa ennþá meira flass í
skottinu en ég ætla ekki að gera þetta sinn. Svona, og ég ætla að nota koparvír. Við ætlum að palmera þessa flugu á eftir og þegar við palmerum þá er ágætt að hafa eitthvað svona til að hjálpa til við að halda fjörinni sem við palmerum með, hjálpa til að halda henni niðri. Það er bara hérna fram og aftur. Svona. Döbb. Ég er með hérna Fine Spectra Dark Olive. Mjög skemmtilegt efni. Þetta er eingöngu gerviefni held ég alveg örugglega. Sem er svo sem ekkert frábært en finnst litirnir mjög skemmtilegir. Svona. Nú þá er það palmering og ég er svo heppinn að eiga hana hnakka hérna í sama lit. Og við ætlum að nota eina slíka fjöður. Svona hérna. Þegar ég palmera, og eflaust gera það allir, að minnsta kosti þegar ég geri það, þá nýti ég fjöðurina niður með breiðari hlutan hérna niður því að ég vil hafa hann sem breiðastan, sem efnismestan hérna fremst. Búkinn þar að segja og þannig að minnkar aðeins hérna. Svona. Tökum við vírinn. Og tryggjum þetta allt saman. Tókuð eftir að ég klippti ekki stilkinn strax. Það er bara vegna þess að stundum vill hann renna til og losna og með því að skilja hann bara eftir þá á maður aðeins meiri séns. Já, geta að taka hérna rennilósin franska aðeins að raspa þetta. Svona. Og síðasta efnið áður en ég fer að byggja hausinn á þessari flugu, það er hanafjöður. Hænufjöður afsakið. Það sýnir ykkur hérna muninn. Þetta er sem sagt hænufjöður hérna úr hænuhnakkanum og þessi hérna er úr hananum. Svo sjáum við það eru þær, hvað eru þið? Hérna. Þá eru þær töluvert ólíkar og maður notar þetta í misjafna hluti. Og hænan er mjög góð í svona kraga.
klippi hérna smá tagg. Svo bara að byrja. Gerum þetta bara rólega. Svona. Nú, hausinn á þessari flugu, hann verður úr, notum svona 3D augu og notum UV lakk. Sjálfsögðu hægt að nota epoxy líka ef einhver svo skrítinn að nenna að standa í því. Og að því að við ætlum að gera hausinn með svona epoxy augum eða 3D augum, það ágætt að byggja hann aðeins upp. Og gerum það með því að gera bara jafna vafninga. Glæsilegt. Nú 3D augun, ég með 4 mm augu hérna. Það hægt að nota 3 líka og 5 jafnvel, algjörlega í ykkar höndum. Og það eru nokkrar leiðir til þess að gera þetta. Það hægt að nota bara tónnatagg, svona seigfljótandi. Það verður þá tónnatagg gel einhvers konar. Það virkar. Mér finnst ágætt að nota þykkt UV til að byrja með og sjáum hvernig það fer. Ég ætla að leyfa myndunum að tala. Svona, þá er ég búinn að tylla augunum og ég notaði til þess UV-lím sem er svona örlítið þykkara heldur en ég var vanur að nota og svo klára ég hausinn með þessu hérna sem heitir Thin Man frá Gulf. Þá bara setja lítið í einu. Svona og svo rétt í lokin vegna þess að UV-lím heldur nákvæmlega ekki neinu og mæli eindregið gegn því að nota það til dæmis í hausa og annað nema
að maður lakki yfir líka. Það er alveg sama hvaða lím maður notar, frá hvaða framleiðenda, í hvaða þykkt. Það verður alltaf klístrað og asnalegt ef maður lakkar ekki yfir. Allavega, Nobler, Woollybuggjar, einhvers konar afbrigði af þeim, klárt, tilbúið í bóksið. Þetta er hörkufluga, hún veiðir fisk og til þess eru við að þessu. Takk fyrir mig.